Góðan daginn, sjáu ykkur sjórinn sléttur God damn it, hvað Hafnarfjörður fallegu staður. Jæja, góðan daginn. Ef þetta er komið á netið núna þá ég það hamingjusamur að ég get sagt ykkur það að ég komin í sumarfrí. Ég komin í sumarfrí. En allavega, það ekki eðlilegt að klukkan sé 5:30 og það rosalega fallegt. En það svo fallegt úti! Já! En allavega, ef ég posta þessu núna þennan dag sem ég að taka þetta upp, þá eru 2 vikur, 3 vikur í settan dag. Þið megið bara reikna hvaða dagur þetta í dag. Jæja, góðan daginn. Þetta meira svona góða kvöldið. Þetta meiri dagurinn. Já, klukkan núna dætt í 11. Það ekki hádegi. Það ekki að fara að dætt í hádegi. Þetta 11, það að fara að dætt í miðnætti. Og ég á leiðinni heim. Ég mætti snemmi fyrramálið, eða morgun. Og að klára núna. Ástæðan fyrir því var að Okay, I'm gonna go to the bathroom for just a second, and you can knock on the door if you want. Ok, ég tók pásu. Sko, ég múið að horfa á þetta og stelpan, það eru allir búin að sjá þetta. Stelpan bregst við því að pappinn búin að raka sig og hún skilur ekki sem sagt, heldur þetta sé ykkur annar. Nú ætla ég að gera þetta nákvæmlega sama. Ég veit að ég ekki með eins mikið skegg, en ég ætla að aðtóa hvort að Ronja, hundurinn minn, muni taka eitthvað eftir þessu. Þannig að tjekkum á þessu. Þetta búin að raka sig, hún auðvitað fattar ekkert hver þetta Hi. Who is it? Nú ætla ég að prófa og sjá hvort að hundurinn minn sjá einhvern mun eða hvort að hún sé skít saman. Tjekkum á þessu. Hæ Ronja, sjáðu, ég með skegg. Tekur eftir því, ég með skegg. Horfðu á skeggið mitt, já. Nú sérðu að ég sé með skegg, já. Nú ætla ég að tjekka, nú er ég búin að sýna henni sko, ég sé með skegg. Nú ætla ég að raka mig og sjá hvort að hún setja eitthvað út á þetta. Já, það er búinn að raka mig og nú skulum við tjekka hvort að Ronja taki eitthvað eftir þessu. Ronja, hæ. Já, veistu hver ég er? Nei, þetta alveg rosa. Ok, þá þessi rannsókn búin að vera þannig að hundar gera ekki grein að mun hvort þú sér með skegg eða ekki, henni alveg saman. Já, þá fyrsti í frídegi og ég og Anita ákváðum að fara með Ronju út að hlaupa. Ronja! Hi baby! Sjá það. Hæ! Hvað mamma? Þú hlaupa til mömmu? Já, núna fyrsti í sumarfrí og ég og Anita við fórum með litla skottið hérna. Við fórum með þess að tala upp á Hvalárvatn, eða aðeins að hlaupa þar lausari. Við erum búin að fá okkur smá morgunmat. Ég held að klukkan sé að detta núna í 7-8 held ég. Ég ákvað að taka litla skottið í smá göngutúr og Anita bara heima, hún í baði og já, hún aðeins að
hérna sýna ykkur, taka smá göngutúr hérna og sýna ykkur hérna mínar rætur. Þannig að komið með mér. Ja, núna ég komin í götuna sem ég átti heima í því ég var yngri. Ronni, gottu! Það er ekkert endilega að sýna ykkur hvaða hús þetta var sem ég átti heima í. Það skiptir svo sem ekki miklu máli. Það er hérna fjólukamur. Kemur hérna. Hérna átti ég heima í þessari götu. Hvað, ég er bara alla mína ævi til 2006-07. Þá flytti ég niður á Velli í Hafnarfirði og svo verði ég Kjáni og sel það og flytti í Kráin. Bý ekki þar í ári. Já, ég held að það sé cirka ár. Bý ekki þar. Eða bý þar. Það er cirka komið ár og þá sel ég aftur og er aftur komin í Hafnarfjörðinn. Ég er alveg í lélegu formi, sko. Þetta er allavega gatan sem ég átti heima í. Og já, núna húsið sem pabbi byggði. Systkini mín keyptu það hús. Við erum búin að breyta einbýlishúsi í tvíbýli. Bara þrjusuflót. Svo hérna stígur. Þetta er stígurinn sem ég labbaði hvert einasta skipti því ég var að fara í skólan til dæmis, barnaskólan. Það er hérna. Svo er komið svona algatan hérna niður. Það er alveg gaman að rölta aftur sömu leiðir og maður gerði alltaf þegar maður var yngri, minningarnar. Og einmitt við þennan stíg hérna, þar átti besti vinur minn heima og hérna niður ákvað hann að fara aðra leið. Gott það? En hérna, þannig er bara lífið, fólk ákveður sínar leiðir. Og ég man bara að það var erfitt þegar ég frétti að því. Það var góð strákur. Fyrir það sem ég er að pæla, sko, ástæðan fyrir að ég er að, mig langar að vídeoblogga og gera allt þetta er aðalega út af því að sko, mér langar að geta hugsað sem sagt 10 ára aftur í tíman og geta séð það sem ég tók upp. Og líka það, sko, að það er ekki margir sem vita það að hérna móðir mín, hún hérna greindist með krabbaminn fyrir mörgu goti og hún tapaði þeim bardaga 2006 og minningarnar er ekkert margar goti. Þú veist, ég á bara einhver örfáa myndir, á engin vídeó, á ekki neitt. Þannig að þegar strákurinn minn goti við götuna, goti. Já, þegar hérna strákurinn minn er á orðin kannski 15-20, getur hann hort á þetta. Og líka þegar ég fell frá. Þetta kemur að því að maður gerir það. Það er eiginlega ástæðan mín fyrir þessu. Ég ætla aðeins að kíkja á mömmu. Við ætlum aðeins að kíkja á mömmu og sjá hvernig þetta lítur út og við eitthvað blóm eða er eitthvað svoleiðis þarna hjá henni. Þannig að sjáumst þar. Ég óbúslega læti nú skringilega þetta. Enda erum við komin í kirkjugarðinn. Rannja, komdu. Svona. Svo ég ætla að gefa blómunum aðeins að drekka hérna með mömmu. Þetta er það sem mér finnst gallað. Þú voru að leika á það, sleppuru. Og þetta er alltaf að halda í. Þú voru þæg, sko, lita skoti. Svo. Það er frekar erfitt að taka upp og halda í hundinn og vökva leiði. Hættu!
hún má alveg eiga það, hún er ótrúlega nösk. Hún vissi að hvað það var sko. Hefur þetta? Það er stalaði með mömmina. Já, eins og það, fyrir þá sem ekki vita, hún mann ekki hvað ég má segja hann. Er að hérna, móður mín, hún greindist fyrst með hérna brjóstakrabbamein og svo var þetta eiginlega bara komið út allt og hún féll bara á 2006 og við höfum búin að hafa hana í svona 7-8 ár hjá okkur sem er bara ótrúlega góðu tími miðað við hversu slæmt krabbameinið var. Fyrir ári síðan, cirka þessum tíma, já, nei, lengra síðan, segjum allavega ári síðan, þá hérna greindist ég líka með góðkynja, það var reynda góðkynja æxli og hérna og þetta var þrjusvo erfitt sko, tekur á. Sérstaklega þetta var á svipuðum tíma, þetta var í, mér minnir þetta hafi verið í febrúar sem ég greindist með æxli. Ja, þeir allavega læknir í flokkar þetta sem æxli. Þetta var ekkert eitthvað alvarlegt, það var bara fór í aðgerð og var skorin upp og það var tekið og við bara núna strax. Það er samt alveg ótrúlega mikið búið að breytast eftir ég var hérna senast sko. Hérna labbaði maður alltaf inn þegar maður er í unglingadeildinni. Þarna. Koti! Þetta er nú ekkert eitthvað gífulega skemmtilega minningar samt sem var hérna sko. Því að ég er einn af þessum nokkrum Íslendingum sem lenti í því að maður var bara ekkert rosalega vinsæll. Maður var minnstur og já, maður fekk alveg að finna fyrir því þegar maður var svona í unglingadeild. Maður var minnstur, feitastur, já svona. Og það var alveg pumpast í manni. Ótrúlega gaman, skemmtilega minningar. Samt ótrúlega gaman að sjá þetta allt sko. En skólinn var nú ekkert eitthvað uppáhaldið mitt sko. Þeir krakkar sem voru með mér í skóla sem eru að horfa á þetta, þeir taka þetta örugglega til sín. Eða þeir muna eftir mér, það er spurning. Já, nú það var alltaf hjemmebó aftur. Hérna, þetta er hérna svæði. Hérna fannst mér geðveikt að vera eftir skóla. Nema að þetta var allt möl og mark út í enda og mark þarna. Svo vorum við alltaf í fótbolta hérna á Malavelli. Það var geðveikt. Þetta er samt úr flott núna. Talandi að það sé mikið búið að breytast. Hérna fyrir aftan hennar vegg, þar er klaustrið. Það eru nunnur í Hafnarfirði. Þegar ég var hérna lítill, þá var ekkert búið að spreyja og ekkert búið að skemma og ekki gera neitt ljótt. Þú veist, mér finnst ekkert eitthvað gífulega fallegt. En krakkar í dag, það er svona eins og þið mega skemma allt en það er aldrei hægt að skamma þau. Og það er bara svo, hann er nú bara unglingur. Það veit ekki, mér finnst þetta leiðilegt. Hrikalegt að sjá þetta. Svona er þetta. Svo er þessi hérna bygging. Þetta er leikskólinn sem ég var alltaf í. Góða minningar. Mér er saman eftir að timbukofinn sem er þarna í miðjunni á vídeóinu. Þar klifraði maður alltaf upp og var alltaf að renna sér hinum megin. Og þarna á horninu, þar var alltaf ruslageymslurnar. Og maður klifraði alltaf yfir grindverkið, von á ruslatunnunar. Og svo af ruslatunnunum var maður orðinn frjáls. Rólega, kottu. Nei. Koma hérna meginn. Dugleg. Já, svo strauk maður heim til sín. Með Dúdda Þorsteini. Það voru góða minningar. Það var einmitt alveg þessi góði. Það var mjög auðvelt að strjúka þetta. Og
Hann hefur ekkert breyst, garðurinn sko. Það er búið að stækka hann samt töluvert. Þetta er bara útrúlega gaman. Hann er svo þreytt sko. Sjáu þetta. Sjáu þetta. Þannig ég var að segja Anetu frá því áðan að ég hafi tekið við fórum hérna í göngutúr ég og Ronja og ég hafi verið að vídeoblogga og meðan við vorum að labba og rölta og ánskotin. Ég þoli ekki þegar það gerist. Herru, augnablik. Já. Já, ég hafi verið að afsækja þetta. Ég misti bara statífið fyrir myndavélina datt niður. Já, það er svo skrítið að vera að rölta einhvers staðar og vera að gera þetta út af því að þú veist að vídeoblogga út af því að það er enginn sem gerir þetta og fólki finnst þetta svo skrítið og já, ég náði bara ekki, ég kunni ekki við að snúa myndavélina af það var svona úlingahópur greinilega að grilla og eitthvað svona hafa gaman eitthvað, ég auðvitað að tala við ykkur og tók alveg eftir að þeir alveg voru að fylgjast með hvað ég var að gera sko. En þetta er svona eins og margt annað, það er enginn, ekki mér vitandi að vídeoblogga og gera eitthvað svona hérna á Íslandi. Þetta er mjög vinsælt úti og eins og ég sagði áðan, eina ástæðan fyrir að mig langar að gera þetta og ég hef áhuga á því að gera þetta er það er svo mikla minningar. Þetta verður vonandi dýrmætt seinna út af því að þú veist, ég er bara 30 í dag og kannski þegar ég er 40 þá langar mig að horfa aftur á tímann. Þetta er eins og þú veist, þegar ég og Anita fórum skemmtiferðasiglingu, þú veist, ég á það á vídeo. Fyrsta ferðin okkar til útlanda saman, ég á það á vídeo. Ég get horft á aftur tilbaka og núna langar mig nú ætla ég er búinn að ákveða það, alveg sama hvað og nú er ég í 2 mánuði í sumarfríi, eða þú veist mánuði í sumarfríi og svo er ég í fæðingarorlofi, er að ef ég get ekki bloggað á hverjum einasta degi núna út af því að ég er ekki í vinnunni og ég hef allan daginn frían og það er engin afsökun núna, ef ég get þetta ekki núna þá ætla ég að slökkva á þessu draum að gera þetta. Þannig að plús það, núna er dýrmætur tími, þú veist. Það er bara, þú veist, dagaspursmál hvenær Anita mun koma með litla strákinn okkar í heiminn. Þannig að það er geðveikt. En biðst afsökunar á því sem hvað þetta er búið að vera löng bið og hvað meiri hlutin af þessu vídeobloggi er bara búið að vera svona dapur. Ég sýndi ykkur heima götuna okkar þar sem ég átti heima og sagði ykkur frá mömmu og tjóðlega mikið af fólki nenni ekki á þennan Subway nú er ég að fara að kaupa eitthvað að borða handa konunni minni en það er bara ekki hægt að fá bílastæði á þessum stað og þá bara fer ég á annan stað en já, svo kíktum við á mömmu mína svo kíktum við í gamla skóla minn grunnskóla minn misgóðar minningar þar en það er bara það sem fylgir því að það er fullt af stöðum þú veist, sem þú kannski hefur ekki góða minningar af en samt nauðsynlegt að fara á það aftur og hugsa tilbaka og sjá hvar þú ert í dag miðað við á þeim tíma og ég veit ekki, ég hef prófað að búa ég gat ekki ég hef alltaf átt heim í Hafnarfirði og ég flutti úr Hafnarfirði þetta var ekki einu svona ár sem ég bjó á þeim stað og mér leið aldrei vel á þeim stað, mér langaði alveg að prófa að kaupa annar staðar og búa annar staðar og prófa Reykjavík en ég fann það bara að Hafnarfjörður, þetta er svo huggulega lítill og þægilegur staður nefnir ég hef alltaf átt heim í Hafnarfirði og mér þykir rosalega vænt Hafnarfjörð, bæinn minn allavega, dagurinn á morgun ég ætla að enda þetta núna bara í bílnum og já,
Dagurinn á morgun er rosaskemmtilegur. Þetta er seinasti hittingurinn sem ég og Anita hittum ljósmóðurinn okkar sem er í sem er inn í Hafnarfirðinum. Við erum í heilsugæslunni Fjörður, Hafnarfjörður og ljósmóðurinn okkar heitir Steinun og einhver sem er að horfa á þetta sem þekkir, ég man ekki hvað hann heitir fullu nafni, ég veit bara hann heitir Steinun og er ljósmóður í Firðinum, heilsugæslunni Firðinum. Þessi kona er æðisleg. Þetta er án efa svona, þú veist, við gátum ekki lenda á betri manneskju en henni. Þannig að ef þú þekkir hana eða Steinun, þú ert að horfa á þetta, bara takk æðislega fyrir okkur. Þú ert svo sannarlega búin að vinna þína vinnu og það er bara svo þægilegt, að vera í kringu þig. Maður finnur bara að þú veist alveg nákvæmlega hvað þú ert að segja og þú hefur gert þetta áður og ég veit ekki, þú ert svo mikið krútt. Steinun, þannig að ég mæli með því, ef þú ert í Hafnarfirði, færðu þig í Fjörð, heilsugæsluna Fjörðin, í Firðinum og biðið að fá að vera hjá Steinunni. Hún er æðisleg. Ég allavega, mér langaði að koma því til skila. Allavega, ég ætla að enda þetta í dag. Já, við erum að fara seinasta hittingin á morgun hjá Steinunni og svo erum við hugsanlega, fræðilega, mögulega að kíkja út á land. Hvort það sé sniðugt út af því að konan er komin svo langt á leið, kemur ljós. Kannski kemur strákurinn okkar, þú veist, á morgun eða á fimmtudag, eða föstudag, eða laugardag, eða sunnudaginn. Maður veit ekkert hvenær, þú veist, bara leið og hann er búinn að ákveða sig afmælisdag. Þá tökum við á móti honum. Þú veist, þetta verður geðveikt, sko. Þetta verður geðveikt. Ég er að springa úr gleði, ég er í sumarfríi, mér líður ótrúlega vel, ég elska konuna mína, mér þykir vænt ok, ég elska hundinn minn líka og ég er óbúslega spenntur að fá barnið mitt í hendurnar. Eitthvað sem, þú veist, þetta er að fallegasta sem kona mín getur gefið mér, það er lítinn strák. Þetta er geðveikt. Ég ætla að enda þetta í dag, bara takk æðislega fyrir áhorfið og sjáumst á morgun.